og skoðum þetta á mynd. Munið að tvíhliða próf var próf þar sem að ég var ekki með fyrirfram skoðun á því hvort að munurinn ætti að vera meiri eða minni með tilliti til tveggja hópa, eins og með kennarann og kaffidrykkjuna, þá veit ég ekki hvort að kaffidrykkjakennari sé meiri eða minni, ég er bara að prófa hvort þú sé ólík. Ef ég vil hafa þannig próf, þá þurfa höfnunarsvæðin að vera sem við köllum í sitthvorum enda líkindadreifingarinnar. Ef þetta væri líkindadreifingin sem að lýsir því hvernig prófstærðin ætti að haga sér í hlutlausa tilvikinu, að það væri engin munur á kaffidrykkjukennara og annarra og ég væri með einhverja prófstærð og þá ætti hún að fylgja þessari líkindadreifingu. Ef ég fengi gildi sem væri hérna alveg út í hölunum, þá væri ég farin að fá það sem ég kalla ósennilegt gildi. Þá fengi ég óvenju stórt eða óvenju lítið gildi með við að þetta væri líkindadreifingin. Og ef við erum með tvíhliða próf, þá pössum við að munið að alfastigið voru líkurnar á því að draga ranga ályktun. Þá vil ég að þetta alfastig, að helmingurinn af því sem hér fyrir ofan og helmingurinn fyrir neðan, munið að flatarmál undir kúrfu á líkindadreifingu samsvara líkunum á að lenda á því bili. Ef ég myndi til dæmis vilja að væri bara 5% líkur að hámarki að ég dragi ranga ályktun, þá átti 2,5% væri hérna uppi, 2,5% væri hérna niðri. Það sé að flatarmáli undir svæðinu frá einhverju gildi hér og upp úr ætti að vera 2,5% og flatarmál á svæðinu héðan frá og niður ætti líka að vera 2,5%, þannig í heildina verði 5%. Ef ég er hins vegar með einhliða tilgáttupróf, þá vil ég bara geta sýnt fram á annaðhvort eitthvað sé minna eða hins vegar sé eitthvað sé stærra og ég kann ekki aðra möguleika, alveg sama hversu ósannolegt gildið er. Hérna er þetta fyrir einhliða próf sem vil ég sýna fram á eitthvað sé minna. Þá vil ég hafa 5% af flatarmálinu hér undir. Þá ef ég fæ lággildi, þá leyfi ég mér að draga einhverja fullyrðingu og ég dreg mörki hér við 5%. Það skiptir engu máli hversu hátt gildi ég fæ, ég segi ekki neitt. Og hér er það sama í hina áttina. Eins og þið kannski áttið ykkur á að ef að prófstærðin hérna, hún hefur sömu líkindadreifinguna hvort sem við höfum einhliða eða tvíhliða próf, en ef ég er með tvíhliða próf, þá þarf að vera helmingurinn alfa í hvorum hala fyrir sig, en ef ég er með einhliða próf, þá er ég með alfa í öðrum hvorum hala. Og ef við miðum við alfa sem 5%, ef að flatarmál héðan frá hún hefur 5%, þá eru mörkin þar sem flatarmál eru 2,5%, þau liggja einhvers staðar neðar, lengra út. Þannig að ef ég er að gera tvíhliða próf, þá þyrfti ég að fá ýktari gildi heldur en ef ég er að gera einhliða próf. Og það veldur því stundum að þú gætir ályktað ef þú hefðir framkvæmt einhliða próf og þú getur ekki ályktað út frá tvíhliða próf. Stóra vandamálið er að það má alls ekki ákveða þetta eftir þú ert búin að kíkja á gögnin. Þá getur reynt að sannfæra sjálfa það eftir á, já, hitt kom aldrei til greina og þess vegna vil ég bara gera einhliða próf. Og reyndar er orðið svo strangt að meira í þeim tilvikum þar sem að manni finnst tvíhliða próf eiginlega ekki einu sinni komið til greina, þar eigi að vera einhliða próf, þá eru samt marga fræðigreinar og mörg vísindatímarit sem taka ekki við einhliða tilgáttupróf vegna þess að það er þessi möguleiki á að svindla eftir á, svo má segja. Eins og ég var að reyna að útskýra að þá er flatarmáli hérna undir. Það eru þá líkurnar á því að prófstærð falli á, ef ég skilgreini hérna höfnunarsvæði, svona, þá eru líkurnar á því að prófstærð falli á höfnunarsvæði nákvæmlega þau sömu og alfasti tilgáttuprófsins. Þá ætlum við að hugsa okkur, hvernig skilgreinum við þetta höfnunarsvæði? Hvernig vitum við hvar á að hætta hér þar sem höfnunarsvæði byrjar? Hvaða tala á að marka hérna gildin af því hvernig bilið mitt lítur út eða hvaða tvær tölur á ég að hafa hér? Og jú, ef ég ætla að skilgreina höfnunarsvæði þá þarf ég fyrst og fremst að ákveða, er ég með einhliða eða tvíhliða próf, af því að það fer eftir hvort ég sé með
2 höfnunarsvæði, hvort í sínum hala eða bara 1 höfnunarsvæði öðru hvoru megin við. Og hins vegar, hvað er ásættanlegt alfasti tilgátuprófsins? Ég sagði að 5% væri langlíklegast en það eru til tilvik, til dæmis það sem er mjög vont að draga ranga ályktun, þar sem við viljum hafa minna alfastig, til dæmis 1%. Og svo gæti nú verið til dæmi líka það sem myndi sætta sig við stærra.